Þjórsárver held ég að sé alveg rétt nefnd gróðurvin í kannski svolítið mörgum skilningi þess orðs. Þau eru vin í eyðimörk. Afmörkuð til norðurs af Hofsjökli og svo liggja að þeim eyðir, sandar og þrjávegu. Þau eru til vegna alls þess vatn sem að þau rennur, bæði ofanjarðar og neðanjarðar. Og það þarna þessi svona einangraða vin næstum upp undir miðju landsins, þar sem að finnast ótrúlega marga tegundir, bæði dýra og plantna. Og sennilega eru Þjórsárver þegar á allt litið tegundaauðugasta svæðið á hálendinu. Ef maður lítur á dýralífið, þá þetta svæði á heimsmælikvarða og nýtur viðurkenningar sem slíks. Þetta svæði á lista yfir alþjóðlega mikilvæg votlendi. Það munaði mjög litlu árið 2002 að Þjórsárver yrðu eining inn í 300.000 tonna álveri Century Aluminium í Hvalfirði. Fyrirætlanir stækkun Norðuráls hér á Grundartanga hafa verið í óvissu nokkurt skeið, á meðan ekki hefur legið fyrir hvort hægt verið að uppfylla orkuþörf stækkarar verksmiðju. Forathuganir sýna að breytt Norðlingaölduveita hagkvæmur kostur. Þar með leiðin greið fyrir stækkun Norðuráls í Hvalfirði. Framkvæmdir við stækkun álversins í Hvalfirði gætu hafist í sumar. These people have one goal, all of them have one goal, and that is to maximize profit regardless of the environmental and social costs.